frístundastarf fatlaðra ungmenna í Reykjavík og þá fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við sjálfstæðismenn óskuðum eftir að hér sett á dagskrá umræða frístundastarf fatlaðra ungmenna í Reykjavík og það er nú hollt fyrir alla starfsemi borgarinnar að hún sé rædd öðru hvoru. Við áttum okkur á því hvernig við séum að sinna umræddri þjónustu og hvert við síðan stefnum og hvernig við viljum þróa þjónustuna áfram. Og það kannski í tilefni af því að það kom upp kannski smá óvissa þessari þjónustu daginn þá sem leiddi til þess að við sjálfstæðismenn lögðum fram fyrirspurn á vettvangi íþrótta- og tómstundaráðs og málið kom síðan til afgreiðslu í borgarráði síðustu viku. Þá kannski var það ákveðið tilefni til þess að við borgarfulltrúar reyndum átt okkur aðeins á þessari þjónustu, hvernig henni sinnt og þróuna síðan til góðs áfram. Nú þessi þjónusta eins og menn vita þá sinnir borgin margvíslegu hlutverki gagnvart fötluðu fólki og á öllum aldri og þetta hlutverk að aukast með nýlegri tilfærslu yfir til borgarinnar og annarra sveitarfélaga. Nú það má segja að mörgu leyti hefur borgin staðið sig vel í þessum málum. Ekki bara árum heldur áratugum saman og ég held ég geti fullyrt að borgin hefur að mörgu leyti gengið lengra í þjónustu til dæmis við fötluð ungmenni heldur en lagaskyldur hafa beinlínis lagt henni á herðar og það hefur ekkert verið deilt hér í sölu borgarstjórnar og ég held að allir borgarfulltrúar séu hlyndir því að borgin sinni ákveðnu hlutverki þessu leyti. Gerði það í fortíðinni og hefur nú tekið að sér ríkar skyldur að þessu leyti. Nú það sá angi starfseminnar sem ég hefst hér fjallað sérstaklega sem frístundastarf fatlaðra ungmenna. Þetta starf hefur verið á hendi borgarinnar, nánar tiltekið hjá Hinnuhúsinu frá 1992. Þá var komin upp þörf fyrir slíka þjónustu og borgin ákvað að verða við óskum að taka við henni. Og sú hugmynd kom þá upp að það er stofnaður sérstakur starfsstaður til þess að sinna þessari þjónustu við fötluð ungmenni, frítímaþjónustunni. En þá kom svo hugmynd upp og mér sagt að hún hafi komið frá þáverandi borgarstjóra Markúsi Erni Antonsinni að hvort það var ekki mögulegt og hvort það var ekki skemmtilegra að samtvinna þessa þjónustu því starfi sem var fyrir á vegum ungmennahús borgarinnar og sem núna í Hinnuhúsinu þannig að þarna gætu fatlaðir og ófatlaðir notið sameiginlega húsrýmisins og þeirrar þjónustu sem þar er í boði. Nú á þeim árum, þetta er 21 ár síðan þetta var og ég held að í stórum dráttum þá hafi þetta verkefni hafi tekist stórvel hjá borginni. Ég hef að minnstakosti ekki heyrt nema yfirleitt mikla ánægju aðstandenda með þetta mál og til að þetta sé ákveðin skautfjöður í hatt borgarinnar. Nú við vitum það þarna er sérstaklega fjallað ungmenni á framhaldsskólaaldri. Þetta er ungmenni sem koma úr grunnskólanum, hafa notið þjónustu þar og fara síðan í framhaldsskóla sem er ekki með jafn langan skóladaga eins og yfirleitt gerist í grunnskólanum. Þannig að þá vantar þessa einstaklinga, vantar úrræðið eða frítímaþjónustu eftir hádegi og þessum ungmennum hefur farið fjölgandi og borgin þannig þurft að víkka út sína þjónustu. Nú ég býst við að sé þannig, auðvitað bara ber borgin ábyrgð á þessu, ég býst við að það sé hægt að tala þannig að velferðarsvið beri ábyrgð á þessari þjónustu en bara hefur með góðu samstarfi við ITR, Íþrótta- og tómstundaráð, innt af hendi og þessa þjónustu nota einstaklingar sem eiga við mjög mismikla fötlun að
glíma við mjög mismikla fötlun. Sumir þurfa miklu þjónustu, aðrir minni, en ég hygg að langflestir ef ekki allir, hafa verið mjög ánægðir með þjónustuna og brottfall úr þessari þjónustu lítið sem ekkert. Síðan þessi þjónusta auðvitað skipt eftir árinu. Þegar framhaldsskólinn er í gangi þá þetta ákveðin hluta á deginum. Síðan þarf þörf fyrir meiri þjónustu þegar skóla lýkur í maí og jólin. Það sem sagt skipt eftir hvort það er sumarúrræði að ræða eða vetrarúrræði. Og smám saman hefur þessi þjónusta þróast og eflst. Og eins og ég segja áðan, borgin mörg leyti staðið sig vel að þessu leyti. Síðan, og þetta gengur alltaf vel þangað til að kemur að kostnaðinum. Þetta er kannski eitt af þeim atriðum sem hefði mátt huga betur að þegar var samið tilfærslu verkefna frá ríki yfir til borg varðandi fatlað fólk og fötluð ungmenni. Og í júlí síðastliðnum þá samþykkti borgarráð að fela íþrótta- og tómstundaráði og velferðarsviði að móta tillögur til framtíðar að heildstæðri frítímaþjónustu í Reykjavík fyrir fatlaða framhaldsskólanema. Í framhaldinu var skipaður samstarfshópur milli þessara sviða, auk skóla- og frístundasviðs, og þessi hópur beðinn að fara í kostnaðarútreikninga, hvað þessi þjónusta kostaði, og skoða ákveðna þróunarmöguleika og leggja síðan fram tillögur í framhaldi af því. Hópurinn lauk störfum í nóvember að mér skilst, lagði fram sína kostnaðarútreikninga, lagði fram tillögur ásamt greinargerð, og það er skemmst frá því að segja að starfshópurinn lagði til að þessi frítímaþjónusta fyrir fatlaða framhaldsskólanema 16–20 ára, hún yrði áfram á vegum ITR og Hinshússins. Starfsemin stæði til boða frá 13–17 yfir skólaárið, og heilstæðsþjónusta fyrir ungmenni við sértækustu þarfirnar yrði að sumrinu, en þó gert ráð fyrir 3 vikum í sumarleyfi. Og samkvæmt þessum útreikningum var gert ráð fyrir að 28 fötluð ungmenni sæktu að jafnaði þetta frístundastarf við Hinshússins fyrir hluta árs 2013. 50 ungmenni tækju þátt í sumarstarfi og atvinnutengdum verkefnum, og haustið 2013 síðan gert ráð fyrir því að töluverða fjölgun fatlaðra ungmenna í vetrarstarfseminni. Þeim fjölgaði í 34, og sem eru þá helmingur þeirra sem stundar nám við starfsdeildir framhaldsskólana í borginni. Og þetta er kannski eitthvað sem við mátt skoða betur í samstarfi við ríkið, og eina niðurstöðum starfshópsins var einmitt sú að það eru teknar viðræður við menntamálaráðuneytið og innanríkisráðuneytið út af þessum málum, væntanlega til þess að fá þess aðila til að taka meiri þátt í kostnaði þeir hafa gert. Síðan, og ég verð að segja, ég skil það ekki alveg af hverju þessir kostnaðarútreikningar voru ekki lagðir og þessar tillögur voru ekki lagðar fram fyrir borgarráð á sínum tíma. Ég held að það hefði kannski verið betra að gera það, en þær voru þó lagðar fyrir íþrótta- og tómstundaráð í byrjun ársins, og voru lagðar fram þar, sem er bara ágætt mál. Síðan er eins og eitthvað hafi farist fyrir að ganga frá fjármálunum varðandi þessa þjónustu út árið, og sem olli ákveðnu uppnámi meðal notenda þjónustunar eða aðstandenda hennar, og mér barst það til eyrna fljótlega eftir áramót að það var ekki, þarna ætti eftir að hnýta einhverja lausa enda, en það var að tala að það yrði undin bráður bugur af því, en það dróst kannski aðeins dróst og mikið á langinn, sem kannski olli óheppilegri ólgu meðal aðstandenda þessara fötluðu ungmenna, og þeir fengu jafnir þau svör að það sem ekki var ennþá búið að tryggja fjármagn og þetta frestaðist viku til viku, þá kynni jafnir þurfa að segja upp starfsfólki. Og þegar þessar fregnir bárust mér frá aðstandendum, þá ákváðum við sjálfstæðismenn að leggja fram fyrirspurn um málið í íþrótta- og tómstundaráði, þar sem við óskuðum eindregið eftir því að það yrði gripið til nauðsynlegra aðgerða sem fyrst í því skyni að tryggja áframhaldandi frístundastarf fyrir fötluð ungmenni í Reykjavík, sem þá í Hinna húsinu,
og í fyrirspurn okkar þá tekið á þessum málum, þá semst spurt það hve mörg ungmenni taka núna þátt í frístundastarfinu og hvað sé útlit fyrir að fjölgunin verði þá núna í sumar og haustmisseri. Og því að mér sagt að það megi gera ráð fyrir töluverðri kostnaðaraukningu á komandi hausti vegna starfseminnar miðað við óbreytta þjónustu og fyrirsjáanlega fjölgun þáttakenda. En eins og að gengi frá málunum í fjárhagsáætlun þá áttu framlög til starfseminnar eingöngu að duga til 10. maí og það ljóst að þetta olli einhverju ólgu og einhverju óttuðust það að það yrði takmörkuð eða lítil þjónusta í boði eftir 10. maí en ég sagði þó að ég teldi að þessi þjónusta yrði tryggð eftir það og síðan kom málið til kasta borgarráðs í síðustu viku og hlaut þar bara nokkuð farsæla niðurstöðu að mínu mati. Þar var samþykkt að veita 47 milljónir til viðbótar að liðnum ófyrirséð til frístundastarfs og lengdra viðveru fyrir fatlaða framhaldsskólanema á vegum MIT hér í hinu húsinu á þessu ári og það var búið að úthluta 32 milljónum áður þannig að þetta eru samtals 79 milljónir, tæplega 80 milljónir sem eru þá eina lið út árið og ég hins vegar ekki viss að þetta dugi til að reka þessa starfsemi út árið miðað við fyrirsjáanlega fjölgun þáttakenda í haust en ég býst við að við getum náð saman það hér í borgarstjórn. Ég býst við allir borgarfulltrúar sem sammála því að þetta sé sú þjónusta sem við getum bara gefið skýrt í kynna að verði veitt öllum þeim sem sækja hana. Þetta sé og ágætt kannski að þau skilaboð bara kemur hér en að það velkist enginn á það að þjónustan verði veitt, jafnvel þó þáttur að það kosti það að við þurfum að setja eitthvað viðbóta fjármagn í þessa þjónustu. Og síðan getum við bara velt því fyrir okkur í framhaldinu, eins og ég segi, þetta góð þjónusta, hún afar vel heppnuð, en það hefur fjölgað henni og það má velta því fyrir sér hvort að hún sé ekki við það að sprengja hitt húsið utan að sér. Hitt húsið að mörgu leyti gott húsnæði fyrir okkur til þessara starfsemi. Ég held að sé frábært að blanda saman frístundastarfsemi, fatlaðra og ófatlaðra ungmenna með þeim hætti sem þarna er gert til að þetta sé bara fyrirmyndamódel. En húsnæði þarna hefur líka ókosti. Við getum ekki litið fram hjá því. Við getum ekki litið fram hjá því að þetta er gamalt hús. Þetta var hannað sem pósthús og lögreglustöð og fangelsi, ýmislegt í senn. Flutningar með þunga hjólastóla fara fram innandyra með vörulyftu. Það er aðgangurinn fyrir bílar með hjólastóla gæti verið miklu betri þarna. Þarna er mikið stiga og jafnvel þrönga ganga. Þannig að við mættum huga að því hvort að við erum með annað húsnæði til þess að þróa þessa þjónustu áfram til framtíðar. En ég tel það afar mikilvægt ef við gerum það, sem ég hef nú trú á að verið gert, að þá verði þetta áfram byggt á þessu módeli að þarna verði bæði fötluð og ófötluð ungmenni sem eigi sér saman hennar frítíma tengdu þjónustu. Ég held að þarna megi líka, við getum litið til þess að bæta búnað og aðra aðstöðu sem þarna er fyrir þá sem hafa komið í Ármúlaskóla og séð aðstöðuna þar, þá svo aðstæða hefur batnað mjög mikið á síðustu árum og er að mörgu leyti fyrirmyndar aðstæða. Ég held að við getum litið til hvernig aðstæðan hefur verið byggð upp þar þegar við lítum á hvernig við viljum þróa þessa aðstöðu áfram. Og það hefur til dæmis nefnt að þrátt fyrir að sé ágætt að vera í miðbænum mörgu leyti þá setur það líka starfsemin ákveðinni skorður. Sumir starfsmenn vildu svo gjarnan vera annars staðar, til dæmis í nágrenni við Laugardalinn eða annað útivistarsvæði. Það sem væri hægt án mikilla fyrirhafnar að fara með þessi fötluðu ungmenni, fara með þeim í sund eða á íþróttaleiki eða hitt og þetta húsdýragarðinn án mikilla fyrirhafnar. Það er svo margt sem Laugardalinn hefur upp á að bjóða sem myndi henta þessari starfsemi mjög vel. Nú, starfið í hinu húsinu fer út allt hús og út allt húsið og ekki síst í kjallaranum, þó að kjallarann sem hefur sín takmörk eins og annað og ég held að koma að því að væri gaman að heyra skoðun annarra borgarfulltrúa á því sem taka þátt í þessu umræðu. Hvort að til framtíðar við getum ekki þróa þetta með því að finna annað húsnæði.
eða gera breytingar á hinu húsinu með einhverjum hætti. Ég held að, ef ég man rétt, þá hitt húsið, það er ekki eigu borgarinnar, þetta leiguhúsnæði og ég held að sé ekkert mörg árið að sá leigusamningur renni út, þannig að það er ekkert, ég held að sé ekkert fráleitt að við efnum til einhverjum umræðum það, húsnæðismál þessara þjónustu og eins með hvaða hætti við viljum þróa hana áfram. Og eins og ég segi, ég tel að sko þessari fyrirspurn okkar sem við lögðum fram á fundi Íþrótta- og tómstundaráðs, henni hefur ekki verið svarað beint, en ég hef fengið ýmsar upplýsingar eftir laðana fram sem hafa ýmsar ítarlegar upplýsingar um þessi mál. Ég býst síðan við að henni verið sagði formlega. Borgarráð brást síðan ágætlega við í síðustu viku og ég er bara ánægður með að þessari óvissu hafi verið eytt og þakka meirihlutanum fyrir samstarfið í því máli og býst við að við getum áfram átt gott samstarf þetta mál. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti, kæra borgarstjórn og kæru borgarar. Hér erum við komin upp til að tala frístundir fatlaðra sem að ég bara fagna því alltaf við ættum að ræða oftar málefni fatlaðra. Nú, þetta kemur svo sem af því að við erum búin að vera í þó nokkra mánuði í samstarfi þvert á sviðin að vinna því að samræma og skoða það sem snýr að frístundamálum fatlaðra í Reykjavíkurborg. Nú, í frístundastarf fyrir fatlaða 6 til 20 ára í dag á vegum SFS, ITR og velferðarsviðs. Og þannig að þetta er fjölbreyttur hópur og fjölbreytt þjónusta sem við verum að veita. Hins vegar er það alveg ljóst og það á við líka í frístundum fyrir þá sem ekki fatlaðir eru að það vantar sem sagt að lögbinda kannski þau verkefni sem snúa að frístund en eins og við kannski flest þekkjum til að þá er það bara staðreynd að nú treystir fólk á þá faglegu frístundastarfsemi sem í boði hér í Reykjavíkurborg og víðar, hvort sem sé fyrir 6 ára barn sem ófatlað, 12 ára sem í frístundaklúbbi á vegum borgarinnar eða 16 ára sem farin í framhaldsskóla en þarf á frístundaþjónustu að halda. Og bara til að fara rétt inn á það og mér finnst það mikilvægt að halda því til haga að því ég hef nú sjálf unnið og vann einmitt í hinu svona sínum tíma og meðal annars að hluta til með fötluðum ungmennum sem var auðvitað frábært. En það er bara staðreynd að það hefur kannski oft gleymst að hugsa út í það að ungmenni 16 til 17 ára sem að stundar nám í skóla, framhaldsskóla, hefur ofta ekki þess kost að fara að skólaloknum heim. Þannig að þess vegna hefur þessi þjónusta sem búin að vera að þróast og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon kom ágætlega inn á hérna áðan, að þessi þjónusta hefur verið að þróast mjög mikið og hratt í rauninni og bara frá 2006 þar sem ég var að vinna á tímabili í hinu í þessu málaflokki, þá bara til að nefna að á þeim tíma var verið að halda út í kvöld og opnum húsum eða kvöldum þar sem allur aldurshópur var, þar sem 16 og upp í 60 og eins var einhvern veginn öllum aldurshópi bara að blanda saman, þannig að það er endalaust og mjög hratt búið að vera að þróast að starf og fötluð ungmenni og fatlað fólk yfir höfuð að við sem sveitarfélagi vill tryggja því að það fái þjónustu við sitt hæfi, að unglingar séu með unglingum og svo framvegis. Nú, en að þessari vinnu sem hér er rætt að þá var það ljóst að það í yfirfærslu ríkis til sveitarfélagsins eða til Reykjavíkur, þá teljum við að það vanti þar upp á til að geta sinnt frístundastarfi fyrir framhaldsskólanema sem eru fatlaðir, til að geta sinnt í að fullustu. Eins er það satt sem hefur komið hér fram að fjöldi þeirra sem að nýta sér þessi þjónustu að auka svo munar. Það auðvitað, það má rekja til örugglega góðs árangurs, þar sem þau eru vön að vera með góða þjónustu í frístundaheimilum sem voru við Öskjulegaskóla og núna við Klettaskóla meðal annars. Eins eru frístundaklúbbarnir, Höllin, Hofið og Hellirinn. Það er alltaf að aukast þau börn eða foreldrar sem sækjum fyrir börnin sín í þessum stöðum og þarna er orðin mjög sérhæfð og góð þjónusta þar sem að fagfólk í bland við
annað gott starfsfólk sinnir starfinu og þar af leiðandi gerir það verkum að foreldrarnir sem betur fer og ungmennin eru með meiri kröfur bæði að fá að vera á góðum stað þar sem uppbyggilegt nám og frístund fer fram og í höndum góðra starfsmanna. Nú þess vegna meðal annars kemur það fram að fjármagnið og það kemur strax í ljós árið 2012 að fjármagnið dugir ekki til sem er hugsað til í þessa starfsemi og þar af leiðandi hefst þessi mikla vinna milli ITR, velferð og skólafrístundasviðs með fagfólki að rýna inn í tölur og fara yfir allt sem þarf að skoða. Nú, vinnan fer af stað seint sumarið, síðla sumars 2012 og í nóvember skilað mjög góðri skýrslu sem farið yfir bæði fjölda, það þá starfsemi sem sinnir þessum málaflokki og hvað farið nánar í til dæmis hvað Gylfaflaut sem þar eru líka ungt fólk og fatlað fólk í Reykjavík þar í svona dagvistun. Það var rauninni bara þessi skýrsla fer yfir allt sem við erum að gera á þessu sviði. Nú, henni skilað í nóvember og þá töldum við að það þyrfti að rýna skýrsluna eins betur, bæði fara nánar ofan í starfsmannafjölda, ofan í tölur á kostnaði og svo framvegis. Því kostnaðurinn satt best að segja var mjög mikill og við sáum ekki endilega fyrir okkur að það væri raunhæft hreinlega að mæta því, allavega ekki í fyrsta skrefi. Ég vil telja núna eftir við tókum yfir hennar málaflokka að við erum að vinna kannski ekki nógu hröð skref en við erum að vinna til skrefum því þetta verður ekki gert á einum degi en við viljum gera þetta mjög vel. Nú skýrslan fer svo í þessa rýningu og eins og komið við fram þá hún lögð fram síðan í Íþrótta- og tómstaráði í janúar og ég vil taka fram að fyrir jól þá hafði ég að sjálfsögðu í ITR haft áhyggjur af þessu og talað það þannig að ég tel að borgarfulltrúar og ráðsmenn hefðu átt að vera vel upplýstir það. Eins lögðum við fram þessa skýrslu í janúar og þá lýsti ég áfram yfir mínum áhyggjum en sagði jafnframt að þetta væri í öruggum höndum, það væri undir leiðsögn eða undir stjórn borgarritara, þá væri hópur sem væri í samræðum við ríkið eins og vera ber til að fara yfir hvað snýr að ríkinu í þessum málaflokki og svo framvegis. Þannig að þetta tel ég að hafi átt að koma frekar skýrt fram þegar við lögðum þetta fram 11. janúar. Síðan höldum við áfram í þessari rýningu og skoða þetta mál og það vissulega satt að foreldrar og starfsmenn í hinu húsinu meðal annars vissu að fjármagni og það var aldrei neitt leyndamál og það myndi duga til vors en við vildum auðvitað fullvissa þau að starfið myndi halda áfram og það væri verið að gera allt til að vinna þetta þvert á svið og vinna þetta vel. Það síðan verður þetta samtal við ríki og eins hitti ég menntamálaráðherra á dögunum þar sem við fórum aðeins inn á þetta mál. Nú, í samtali við ríki þá í rauninni kannski niðurstaðan svo að við þurfum í rauninni bara að bíða fram til 2014 en þá löngu fyrirhugað endurskoðun á yfirfærslu málefnafatlaðra og þá í rauninni mun þetta verða þar undir og niðurstaðan því í rauninni svo að í þetta skipti grípur borgin boltann og það bara gott og vel og þess vegna leggjum við fram og lögðum fram þessa tillögu í síðustu viku í borgarráði eftir að hafa unnið nokkura vikna eða mánaða undirbúningsvinnu og það auðvitað ekkert óeðlilegt við það að þegar það verið að fara í svona verið að kortleggja þetta alveg og til dæmis í tillögunum lagt fram að ITR taki við starfsemi sem að velferð var með á sínum snærum, þá ekkert skrítið að kostnaðurinn að aukast og eins ungmennin að verða fleiri eins og kom hér fram. Þannig að talan var það há að við þurftum að rýna þetta áfram og takk svona kom þetta fyrir svo í borgarráði í síðustu viku. Það rétt að vikuna undan hafði borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon komið með fyrirspurn þetta mál og þá
án þess að fara nánar inn í það, en allavega þá á þeim tímapunkti þá hafði bæði ég og borgarfulltrúinn Björk Vilhelmsdóttir verið haft samband við foreldrana, þannig að það hefði nú gerst aðeins á undan því að þetta afgreitt í borgarráði. En auðvitað, ég ætla ekki að gera lítið úr því og mér finnst það alltaf miður og segja þeim mestu auðmýkt að það síst þessi málaflokkur eða foreldrar þeirra sem ættu alltaf að lifa við svo óvissu, sem í rauninni búin að vera frá því síðan ég byrjaði að vinna í þessu málaflokki og þykir mér það miður, en eins og ég segi, við erum að vinna í skrefum og ég bjartsýn á að núna þegar við erum með þetta fast fram til áramóta, að þá að sjálfsögðu verðum við að setja til fastari skorður með næstu fjárhagsáætlun, en einnig vonast ég til að það verði að í endurskoðuninni 2014 að þá verði tekið tillit til þessa málaflokks og betur. Eins verður að skilgreina og eins og ég nefndi við menntamálaráðherra í síðustu viku að ef við horfum aðeins til framhaldsskólan sem vissulega ekki á hendi okkar sveitarfélaga eða okkar borgarinnar, að þar ef við förum út í hvernig námið að þá lýkur skóladegi flestra fatlaðra barna 12:30 og þar af leiðandi koma þau síðan yfir til okkar í sveitarfélaginu sem allt í lagi, við eigum öll að vera að hjálpast að. En við töluðum að í skólunum sem að sinna til dæmis hérna í Reykjavík fötluðum einstaklingum, þar upp til hópa mjög góð aðstaða og við vörpuðum boltanum það hvort að framhaldsskólinn ætti ekki líka að skoða og ríkið hvort að þeir gætu kannski sinnt fyrrihluta dags eða mætt okkur í miðjum dansi í þessum málum og þeir sem við hittum á þessum fundi og formaður borgarráðs var þarna með mér að það var vel tekið í þetta, en hins vegar það líka ljóst að þetta líka samræði sem þarf að halda áfram á milli okkar og velferðarráðuneytis. Eins og talað eins mikilvægt að ég held til að við þurfum að vera í flukti með þetta við samband íslenskra sveitarfélaga að fara betur yfir málefni fatlaðra. Nú til dæmis búið að vera mikið verið að tala notendastýrða persónulega aðstoð við fatlaða og fagna ég því mjög og vona að það sé eitt af þessum skrefum sem við verum að stíga eins hvað varðar búsetu fatlaðra. Þannig að ég held að við séum í góðum málum, en þó þyrfti stundum tíminn að vinna með okkur og við þyrftum að vera aðeins fyrr úti, en enga síður þá tel ég að núna þegar við erum kannski komin á stað svona mikið með þetta notendastýrðu eða NPA, að þá þurfum við að taka næsta skref sem meðal annars frístundir fatlaðra. Og svo vil ég líka koma þá inn á, fyrst við nú erum hér að ræða þetta, líka atvinnumál fatlaðra finnst mér oft kannski verða dálítið út undan og nú starfræktur hópur sem að stjórnmálamenn sitja inn í atvinnumál yfir höfuð í Reykjavík og þar finnst mér atvinnumál fatlaðra skipta mjög miklu máli og við þurfum að skoða betur inn í framtíðina hvernig við getum sinnt okkar fólki og ungu fólki að það geti haft kost á að skipta til dæmis að það byrja ekki að vinna á einum stað og það í rauninni sá staður þar sem það verður og á að vera þakklátt fyrir að vera næstu 10 árin. Ég bara leyfi mér að tala svona og dálítið án allra ábyrgðar, en ég segi það bara eins og það að tvítugar manneskjur, fatlaðir og ófatlaðir, eru með drauma og við eigum að hugsa líka hvaða drauma, hvort sem kemur að menntun eða vinnu, að þá verða möguleikarnir að vera fleiri. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, kom aðeins inn á húsnæðismálin, þá kannski sérstaklega í hinu húsinu og kannski síðustu árin hefur Heythúsið einmitt verið frábær staður að við erum í skólan aðgreiningar og við viljum líka að ungmennin okkar umgengist önnur ungmenni, en hins vegar það satt að hópurinn hefur verið að þyngjast og fjölgun hefur verið í hópnum, þannig að það alveg satt og það komin inn á það í skýrslunni að við þurfum að skoða húsnæðismálin lengra enn tíman og kannski það sem kannski þarf að skipta hópnum eitthvað upp og svo framvegis, en mér finnst mjög mikilvægt að þessi ungi hópur fái áfram samt að vera alltaf í samneyti við ungt fólk á sínum eigin aldri. Það að segja þá sérstaklega við að hugsa aldurinn 16 til 20 ára. En ég held að ég hafi svona farið yfir það flesta sem kemur að þessu og síðan þurfum við bara að halda áfram að halda þessu málefni á lofti. Þá
hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Háttvirtur forseti, góðir borgarfulltrúar og aðrir borgarar. Ég ætla nú ekki að hafa þetta langt. Borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir fór nú yfir þetta mál í ágætismáli og tók eiginlega allt til. Ég vildi þó aðeins blanda mér umræðuna þar sem að ég þekki þessi mál nokkuð vel. Bæði frá setu minni í velferðarráði núna síðasta ári og einnig út af mínum persónulegu högum. Ég þekki hitt húsið mjög vel og það er alveg rétt. Það er erfitt að hugsa sér að það fari í annað húsnæði. Þó að vissulega þurfum við að laga húsnæðið. Starfsemin er frábær og þetta samneyti við aðra unglinga er frábært og eiginlega algjörlega einstakt í fatlaða geiranum að eigum orða svo að það sé þetta mikla samstarf milli fatlaðra unglinga og heilbrigðra unglinga og þessi samvera. Og ég myndi óttast við húsnæðisbreytingar miklar að það myndi tapast og það sé örugglega hægt að reyna að halda í það. Mér finnst líka frábært að þetta sé í miðbænum. Það er eitthvað við að vera í miðbænum á daginn innan kaffihúsin og mannlífið og þá útiverustaðir sem að hér eru, garða og bekki og söfn og menningu sem að ekkert annað hverju borgarinn býður upp á og mér finnst frábært að þessir fötluðu unglingar fái tækifæri til þess að njóta miðborgar Reykjavíkur og vildi helst hafa það áfram hér. Það þarf kannski að horfa meira á ýmsa aðstöðu hins vegar. Hún er búið að laga bílastæði, það var aukið bílastæði fyrir fatlaða í Hafnarsæti sem að tóku nú eiginlega lagaði það vandamál fyrir sig. Og ég held að sem ég laga þessi mörg vandamál aldrei kannski eitt af öðru í staðinn fyrir að fara í stórkostlegar breytingar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon átti ágætis erindi og talaði að hann hefði átt samræðu við óörugga og hrædda foreldra. Ég er ekki að líta úr því, ég er nú einn af þeim hópi og ég get nú alveg sagt líka að foreldrar fatlaðra unglinga eru komið afskaplega harðan skráp og verða ekki hrædd og óöruggum auðveldlega. En þeir kunna líka láta heyra í sér, kannski ekki eins mikið og þau ættu að gera, en ég var nú á þessum fundum í hinu húsinu og ég held að það sem kannski orðum aukið að það hafi verið komið eitthvað ótta ástand, en það sem er fyrir öllu að það er búið að leysa þetta mál og þetta mál er leyst í bili og verður leyst til varanlega í næstu fjárlagagerð. Það er stefnt að því. Það er hins vegar mjög góður punktur hjá borgarfulltrúi Evu Einarsdóttur með að nýta betur þau mannvirki sem þeir eru búið að byggja eins og Ármúlaskóla sem er réttilega frábær skóli og frábær aðstöða og fáránlegt að hún skuli loka klukkan 12:30 fyrir þessa nemendur sem að þurfa sérstaklega aðstöðu. En ég bara fagna allir umræðu þessi mál og finnst bara gott að geta líka sagt að við erum öll að vinna þessu saman og þetta mál er allavega leyst sem slíkt í bili. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka mál. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir mjög góða umræðu þessi mál. Ég held að það hafi verið málaflokknum til framdráttar að fá þetta hér á dagskrá og fá okkur borgarfulltrúar til þess að ræða þetta og aðra til þess að hlusta á okkur. Og ég bara geti tekið undir flest það sem kom fram í máli borgarfulltrúanna Evu Einarsdóttur og Páls Hjaltasonar. Ég vil bara kannski aðeins hnykkja á því að það sem Páll gat í sínu máli að
að það hefði ekki óttaástand verið uppi meðal foreldra út af þessu máli og mér finnst bara gott að heyra það því að hann vonandi þekkir það betur en ég en bara svo að engin haldi að ég hafi verið að koma hér upp og farið með fleipur þegar ég lýsti því að það hefði verið í ákveðnum hópi aðstandenda, ólga og ákveðin ótti að þá fékk ég skilaboð það. Ég geti allir sýnt sko, ég ætla ekki að fara að lesa hér upp tölvupósta en ég get gert það fyrir borgarfulltrúana svona prívat og eins geti sýnt þeim svona prívat minnispunkta sem gengu á milli foreldra eftir fund í hinnu húsinu, 5 minnispunktar sem voru teknir saman þar sem meðal annars var talað um uppsagnir og fleira. Þannig að ég held að það hafi verið því miður á traustum grundvelli sem fyrirspurn okkar íþrótta- og tómstundaráði var lögð fram og var fjarri mér að fara að búa til eitthvað mál úr engu í þessum mál úr engu hvað þetta varðar. Og þannig að eins og þessi minnispunktar voru sem ég fekk í hendur og mér skilst að við gengið á milli foreldra þá skildi ég alveg 8 þeirra sem höfðu samband við mig og taldi þess vegna best að þrýsta með jákvæðum hætti á lausn málsins og óska eftir frekari upplýsingum. Nú, ég hef fengið frekari upplýsingar frá starfsmönnum borgarna sem bara mjög gott og býst við að fyrirspurninni verði svarað formlega og þannig að þessi minnispunktar sem voru teknir saman og gengum milli foreldra, ég held að það sé búið að leysa úr þessu að mestu leyti og eins og borgarfulltrúi Páll Hjaltason sagði og ég tek heils hugar undir með honum, þá bara varanleg lausn í þessu máli vonandi á næsta leyti og við borgarfulltrúar getum örugglega öll unnið saman að því. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sem hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræður lokið. Við förum í 5. mál á dagskrá og tökum fyrir umræðu aðalskipulag Reykjavíkur, Græna borgin og þá